áhugavert, og hvernig var svona þáttakan ég meina, hvernig voru svona umræðurnar á staðnum, þú veist, skapaðist eitthvað svona gott dýnamískt í samtali við þessa, hvað var þetta, danskir eða sænskir ráðgjafar? Já, þetta voru aðilar frá skrifstofunum í Danmörku. Það var það skapaðist mjög skemmtilegt samtal. Þeir eru auðvitað að vinna með bara risa fyrirtækjum, þannig að og þú veist, umfangið á þeirra verkefnum bara hleypur á 20 milljóna, þannig að það var ótrúlega gaman að geta veitt okkar stjórnendum svona aðgengi að þessari reynslu, en það var mjög gaman að sjá hvað þeir svona gátu samt heimfært, þú veist, það sem þeir eru að vinna með risa fyrirtækjum yfir í bara svona konkrét einfaldar aðgerðir sem við gátum heimfært strax á okkar fyrirtæki. Og ég var svona svolítið með svipuna á lofti og mikla væntingar í daginn að við vildum, þú veist, þetta átti ekki að vera bara að mæta eins og maður mætir oft á viðburði og það er einhver hugvekja en svo bara ertu komin að hamstarhjóli daginn eftir, sko. Þannig að ég var alveg með svipuna á lofti að það þyrfti að vera einhverja aðgerðir út úr þessu og sem hefnaðist mjög vel því að, sko, besta sagan er að einn stjórnandinn, hann sendi póst á allt fyrirtæki sitt í miðjum viðburði og breytti, sko, einni nálgun varðandi cross eða svona upselling. Þannig að það var alveg, já, það var margt sem stjórnin tók út þessu og við erum bara búin að sjá strax í framhaldi bara búið raungerast dæmi eftir daginn, sko. Ok, gaman.